Andri, þú komst upp með Blikana úr fyrstu deildinni. Já, ykkur er spáð 7. sætinu, ekki falli. Er kannski eitthvað við þess að spá að athuga að þínum mati? Já, nei, ég hugsa þetta sé bara svona eins og við varum að búast. Bara, já, Blikum og Hamri spáð þarna í einhverja botnbaráttu og hvernig var þetta svo? KR og Haukar þar fyrir ofan. Og Keflvíkingum spáð titlinum, kannski ekkert óðalegt við það svona sé tekið með á undirbúningstímabilinu. Já, það er náttúrulega búin að vera svolítið að brillera og ég held að þessi 4 lið raða sér þarna efst. Gæti orðið tvískipt deild en svo náttúrulega er aldrei að vita hvernig þetta fer af stað. Þessi hópur sem þú ert með, er hann færum að valda skrávefi í deildinni veitur? Já, klálega. Við erum með stelpur hérna sem að ég held að bara verður gaman að kynna fyrir svona fjölmiðla fólki og þeir sem eru að fylgjast með deildinni. Við erum að fara að náttúrulega koma inn hérna með einhverja hátt í 15 nýja úrvalsdeildarleikmenn sem hafa aldrei spilað áður og Júrvalsdeild og það verður bara mjög gaman. Þannig að það verður bara strax frá fyrstu mínútu að þá var eins og setjast á skólabekk. Það var allir að downloada og læra. Er þá ekki viðbúið að það verði nú einhver ljón í veginu svona framan af? Jú, ég held að verkefnin verði aðalega okkar megin, aðalast bara deildinni og náttúrulega toppþjálfarar í hverju liði og alls það flotti hlutir að gerast. Þannig að við verðum mikið í vídeónu líka og að kynna okkur þarna 7 nýlið fyrir okkur. Andri, þú sem þjálfari, þú ert nú ekki með langan feril á bakinu í úrvalsdeild. Hvernig blasir þetta allt saman við þér? Þetta blasir bara vel við mér. Maður svona fylgst með þessu, búinn að vera að þjálfa í neðri deildunum lengi og búinn að vera rosalega lengi í kringum körfuboltann. Þetta er bara tilhlökkunarefni og skemmtilegt verkefni. Ef ekki orða það þannig. Andri, góða skemmtun og gangi ykkur vel í vetur. Takk fyrir, kærlega. Thank you very much.